Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Við ætlum að venja að fjalla ýmislegt í þættinum í dag sem við tökum upp hérna á R5 við Ráðhústorgið á Akureyri. Við ætlum að hefja leikinn á því að tala aðeins heilbrigðismál. Það nú fátt annað meira rætt heldur en heilbrigðismál og heilbrigðiskerfið okkar sem vissulega fjölbreytt og ansi margir sammála að það þarf eitthvað að gerast til þess að það breytist. En hvað það nú er nú kannski önnur saga. En hér komin formaður félags sjúkraþjálfara til okkar. Vertu velkomin. Takk fyrir. Nú byrjaði ég að opna bara hvað sjúkraþjálfun? Svo ég spurði þið nú mjög opinna, stóra spurningar til að byrja með. Sjúkraþjálfun er mjög margt, en við getum sagt það að sjúkraþjálfun skiptist í tvo þætti. Annars vegar sérstök meðhöndlun sjúkraþjálfara sem þeir læra, varðandi stoðkerfi og uppbyggingu þess og í rauninni líkamann allan, meðferð á beinum, taugum, vöðvum, öðru slíku, en síðan er æfingaþátturinn gríðarlega stór þáttur að starfi sjúkraþjálfara. Hvernig þú getur notað æfingar og þjálfun til að laga þá kvilla sem herja á. Við vorum aðeins að ræða áðan hvað væri svona helst í umræðinni hjá sjúkraþjálfurum, bæði hér á Íslandi og erlendis. Getur aðeins sagt okkur kannski bara frá því? Það er náttúrulega alltaf ýmislegt á döfinni, en það sem kannski brennur mest á núna, það eru 3 þættir og ég vil kannski fyrst fá að telja að nú lítur út fyrir það að öldruðum í þjóðfélaginu fjölgi gríðarlega. Það eru stórir árgangar að fara inn á ellilífeyrisaldurinn og fólk er mjög umhugað það að aldraðir geti verið heima og búið heima eins lengi eins og nokkur tök eru á. Það sem hins vegar hefur verið að gerast undanfarið að það hefur verið að rífa úrræðin af fólki sem einmitt gera þeim þetta kleift. Það hefur verið endurhæfingarrýmum fyrir aldraða hefur verið lokað víða land, bæði Kristnesi hér á Akureyri og til dæmis í Hrafnistu í Reykjavík. Þar hefur endurhæfingarrýmum verið lokað og það hefur verið svona þrengt að möguleikum fólks til þess að fá endurhæfingu og það til við vera mjög alvarlegt og í raun algjöru hróplegu ósamræmi við þá þróun sem við sjáum að framundan. Góðu fréttirnar eru hins vegar þær að það er svona eins og einhverjir séu samt að taka við sér og nú bara í síðustu viku var opnuð ný endurhæfingardeild fyrir aldraða á Landakorti, þannig að það er ekki allt svart. En þarna er einmitt einn geiri sem ég tel að þurfi að efla gríðarlega á næstu árum og ekki bara innlagnarúrræði, heldur bara það að gera fullorðnu fólki kleift að sækja sér sjúkraþjálfun. Því að við sjáum það dagsdaglega, þeir sem vinna með aldraða, hvaða skiptir gríðarlega miklu máli að viðhalda færni, vöðvastyrk og öðru slíku sem bara þarf til að geta séð sig sjálfur að vera sæmilega rólfær. Og maður ímyndar sér að það ætti nú bæði að þýða aukin lífsgæði en ekki síður sparnað. Þetta er hvort tveggja. Þetta er gríðarlegur sparnaður vegna þess að það að geta verið heima lengur, hver dagur er sparnaður fyrir ríkið og hver dagur er náttúrulega aukin lífsgæði fyrir fólk. Auðvitað náttúrulega er mjög vel hugsað fólk á öldrunarstofnunum, en ég held að flestir séu sammála það að þeir vilji vera heima eins lengi eins og kostur er. Ef við vind okkur yfir í næsta málaflokk sem við vorum að nefna hérna áðan? Já, næsti málaflokkur sem okkur er hugleikinn, það er heilsugæslan. Það náttúrulega er engum blöðum það að fletta að heilsugæslan er í ákveðnum vanda. Og ég er sannfærð það að einn af lyklunum að lausninni er aðkoma fleiri fagstétta inn í heilsugæsluna. Að heilsugæslan hefur fungerað áratuga skeið í rauninni fyrst og fremst eins og læknamóttaka. En ef við horfum til dæmis erlendis og ég veit það að Finnar hafa verið að pröfa sig áfram með kerfi þar sem þú átt ekki bara þinn heimilislækni, heldur þú átt þinn heimilis hjúkrunarfræðing, þú átt þinn heimilis sjúkraþjálfara, þú átt þinn heimilis sálfræðing. Það eru þessi teymi á heilsugæslustöðunum sem eru þessar fagstéttir. Þannig að þú getur pantað þér tíma hjá í rauninni hverjum sem er miðað við þörfina og þá náttúrulega er hugsanlega einhver sem svona sem svarar í síma sem getur leiðbeint þér það hvar heppilegast er að bera niður. En síðan starfar þessir einstaklingar í teymi þannig að það er svolítið haldið utan
einstaklingin inn á heilsugæslustöðinni en hann þarf ekki endilega alltaf að sjá lækni. Stundum eru aðrar fagstéttir sem geta komið þar inn og það er mikið fagnaðarefni núna að sem sagt, nú hefa sálfræðingar verið ráðnir inn á heilsugæslustöðarnar og ég er sannfærð það að þegar sjúkraþjálfarar koma þarna inn í meira mæli að sálfræðingar og sjúkraþjálfarar þeir vinna gríðarlega vel saman. Og með alla þessa lífsstílsjúkdóma og allt það sem í gangi í dag sem í rauninni að taka alveg gríðarlega fjárhæðir í heilbrigðiskerfinu að þá myndi ég segja að þessar tvær stéttir vinnandi saman á heilsugæslustöð gætu verið lykillinn að lausn vandans í þessum geira. En þetta það sem að manni finnst pínu sjokkerandi þegar maður að skoða heilbrigðiskerfi eiginlega allt sem að snýra því að bæta lífsgæði manns og forvarnir og síðan eftirfylgni sem að fylgi þá ekki að fara í aðgerð eða innlögn eða í mikil lyf. Að samasemmerki við sparnað en samt verið þróunin þverju? Já og nei. Vissulega eru unni gott forvarnarstarf og ég myndi segja til dæmis hreyfiseðilsverkefnið sem var sett á laggirnar núna fyrir 1, 2, 3 árum að ég myndi segja að það væri gríðarlega flott skref í þá áttina að huga einmitt að forvarnarstarfi, að grípa fólk snemma í ferlinu og reyna að snúa því við á fyrstu stigum einmitt áður þarf að fara að grípa til þessara dýru úrræða sem eru skurðaðgerðir, lyf og annað slíkt. Og af því þú talaður hvað sjúkraþjálfun, þá oft talað það erlendis að sjúkraþjálfun þessi heilbrigðisþjónusta sem non-surgical, non-drugs. Það að segja að við erum að reyna að vinna með líkamann á forsendum líkamanns en ekki með einhverjum utanaðkomandi hjálpartækjum. Við eigum reyndar eftir að fjalla mikið og tíminn liðinn hjá okkur en ég verð að fá að nefna eitt að ég þekki það nú bara sjálf að fara í sjúkraþjálfun. Þetta getur verið dýrt fyrir þá sem eru á vinnumarkaði að fara í sjúkraþjálfun, bara mjög dýrt, jafnvel fleiri 100.000 að fara og ég hef nú bara persónulega reynslu af því að ræða við sjúkraþjálfur sem sagði stundum get ég veit að fólk getur ekki borgað en ég get ekki synjað fólki sem ég veit ekki að ég get bætt líf þess með því að fá það, ég bara get ekki synjað að koma. Er þetta raunveruleiki sem þekkist í sjúkraþjálfun? Vissulega höfum við heyrt þessar sögur og hver sjúkraþjálfari gerir náttúrulega hans prívatmál í þessum efnum. En vissulega að ég hef fengið að sjá reikninga þar sem þessar upphæðir hlaupa á tugum þúsunda og jafnvel fara yfir 100.000 og sjúkrasjóðir verkalýðsfélaga greiða þetta sem svona sumir ekki neitt. Það sem ég kynnti mér sérstaklega var til dæmis sjúkrasjóður BHM, hann niðurgreiðir 30.000 til 60.000 krónur. Þannig að vissulega geti þetta verið háar upphæðir og það okkur áhyggjuefni að greiðslu þáttaka sjúklinga í þessu ferli að okkar mati orðin allt of hár. En hins vegar þegar ég hef verið að spurja mína félagsmennum það fólk að hætta hjá okkur sökum greiðslur og þeir segja nei, það lítið það og við metum það sem svo að fólk líti á þetta sem það mikla heilsubót og að það sé það dýrmætt og mikilvægt að geta farið til sín sjúkraþjálfara að það lætur sig hafa það þrátt fyrir kostnaðinn. En hins vegar kostnaðurinn orðin allt of hár og þar erum við örugglega sammála. Takk fyrir komuna, við komumst ekki yfir að tala snjallsímana en við vitum að sjúkraþjálfarar hafa áhyggjur af því að það sé allir komnir með hausinn hér. Þetta spurningum hvort það bætist við í þróunarkenningunni frá AB til og aftur niður, einhver sagði það nú. En takk fyrir komuna kærlega og heldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.